Við skulum búa okkur til lítið dæmi sem að fer í gegnum sömu skref og koma fyrir í sönnuna á meðalgildisetningunni. Setjum hérna bara titil, svona undirbúningur fyrir meðalgildisetninguna eða sönnun hennar. Nú skulum bara velja okkur margliðu. Eitthvað einfalt, x í þriðja pluss 3x í öðru pluss x, svo eitthvað mínus. Svona, skulum rissa þessa upp eða svona fá hugmynd hvernig hún lítur út nálægt núlli. Setjum bara hér til hliðar og okkur til svona töflu. Þetta er f af x, setjum við 0 og f af 0 þá til að fá punktinn, kannski mínus 1, f af mínus 1 og 1, f af 1 og veitum bara við punktinn með það. Þetta er ekki nóg, við kemum þetta bara í huganum, það er svona beint eftir mínus 1, þá fáum við að byrja kannski á 0-inu. Þá erum við með 0, 0, 0, 0, mínus 1. Þannig að punkturinn 0, mínus 1 er á ferlinum, svo tökum við kannski mínus 1, það fá mínus, mínus og mínus, komið 3 mínusa og hér fáum við pluss 3. Mínus 3 pluss 3 er 0 og tökum ásinn. 1, 1, 3, mínus 1, þetta eru 5 mínus 1, þetta eru 4. Svona. Og þá getum við haft svona litla myndi liðsjón, þetta er þriðjastigs margliða. Þetta er mínus 1, þetta er 0, mínus 1 fyrir 0, 0 fyrir mínus 1, 1 fyrir 4. Þetta er einhver staðar, ekki, þetta er einhver staðar. Þannig að þetta lítur einhvern veginn svona út. Hér svo veitum við ekki, og að tekka á mínus 2. Mínus 2 setja hann hérna líka. Og fá mínus 8, 12, þá kom mínus 4, mínus 2, mínus 1, já. Mínus 8, mínus 9, mínus 10, þetta er mínus 11 í heldina. Og þetta er þess að 4, þetta er 1. F af mínus 2 er 1. Þetta er hérna einhvern veginn svona þá. Jæja, það sem við viljum að reikna er þetta. Það er sniðil lína í gegnum þessa 2 punkta. Skulum bara kalla þennan B. Það er punkturinn 1, f af 1. Setjum hann hér. Það er svo sem ekkert. Veit svo sem ekkert hvað er að gerast hér fyrir utan. Hérna. A er mínus 1, f af mínus 1. Og við skulum þá reikna sniðil línuna, jöfnu hennar, finnum hana. Finnum bara svona punkt. Hjá okkur finnum jöfnu sniðils eða sniðil línu. Hún kallar sekant á mörgum tungumálum. Kallum hana S, bara því að það minnir á sniðil eða sekant. Í gegnum A og mínus 1, f af mínus 1 og B sem er 1, f af 1. Þetta er alltaf formið. Og þess að hafa kannski mikið vesen, en það skulum bara setja hallatöluna beint upp hér. Hún er lóðréttfærsla, það er þá þetta hérna, 4 mínus 0, deilt með 1 mínus mínus 1. 4 mínus 0 deilt með 2. Þannig að hallatalan er 2 og svo er það x mínus annarkvort punktana pluss ígildið. Veljum til dæmis bara þennan. Smíðum jöfnuna úr þessum. Það er 0 hér, það er svona notalegt.
þá fáum við 0 hér og mínus 1 hér. Þannig að jafnan er komin 2x pluss 2. Þannig að þetta verður s af x er 2x pluss 2. Svona. Við getum svo sem að við tekka á því hvort fáum við gjörlega 2x pluss 2x pluss 2 ef við hefum valið. Þannig að hérna, þessa hérna punkta að setja á inn. Það má hvaða punkt sem verður að skara á línunni og aftur hvort við fáum það ekki bara. Og þá setjum við x-gildið hér, mínus 1 og y til dæmis hérna, 4 og hallatalan var 2. Og svo þegar markvættum upp úr þá fáum við 2x mínus 2, tökum 2 frá 4, fáum 2. Við fáum aftur 2x pluss 2. Til heim, 2x pluss 2 er þá jafnan. Nú skulum við setja fram þessa spurningu. Við gerum þess bara afrita þessari línu. Er alltaf hægt að finna tölu c sem liggur á milli mínus 1 og 1. Þannig að við fáum snertilínu í punktinum c. Einhver talar c með við frekar ófullkomna mynd. En liggur á milli lokaða bilsins frá mínus 1. Liggur þetta innmengi lokaða bilsins frá mínus 1 upp að 1 punktana sem við völdum. Hérna er 1, já. Og þá prófum við nákvæmlega það. Hérna fundum við sekant og nú ætlum við að finna snerti línu með sömu hallatölu og sekantin er sniði línan. Búum hana þá til. Almennt form, almennt er jafna snerti lína. Það er jafna snerti línu hér. Velum hana L. Hún er f í einhverjum punkti c pluss f mert í einhverjum punkti c sinnum x liðraði punktin c. X mínus c ætlaði ég að segja. Eina sem við vitum núna er að f mert í c á að vera f af b mínus f af a deilt með b mínus a og í okkar litla dæmi var f af b f í mínus 1, skrifum það kannski fyrst inn, 1 mínus f í mínus 1 á móti b mínus a. En þetta er náttúrulega bara hallatalan, þetta er 4 mínus 0 til 2 eða 1 mínus mínus 1 og þetta var 2. En það er, jú, akkurat þetta hérna, þetta er alltaf þessi jafnan sem verður að nota aftur og aftur í miðalgildasetningunni og öllum þessum mikilvægu reglum sem að þurfa að nota þessa niðurstöðu þess að geta sannað þær. Eða minnst að kosti léttir það lífið að nota síðan miðalgildasetninguna sem milli niðurstöðu. En allt í leið, við reiknum bara áfram. Skiptum lít kannski og reiknum það afleiði falsins og sjáum það hérna, fáum 3x í öðru pluss 6x pluss 1 og þegar við viljum finna c við getum kannski sett það bara hérna, þetta á að vera 2 og c er þá lausn á þessari jöfnu. Þá fáum við jú að 3x í öðru pluss 6x leggjum mínus 2 við beggja vegna mínus 1 er 0. Við þurfum bara að leysa þessa jöfnu. Deilum í gegn með 3 og fáum x í öðru pluss 2x mínus 1 þriðji, þetta ára 0. Það er að bæta 1 við þessa 2 liði og þá er ég að taka 1 frá hér til þess að breyta nú engu og þá fæ ég x pluss 1 í öðru mínus 4 þriðju og 4 þriðju, ég ætla að skrifa það sem rót í öðru veldi. Þá get ég nota samákaregluna. Rótin af 4 er 2 og rótin af 3 er rótin af 3, þetta er í öðru veldi
og svo ætlum ég þáttabeint. Þetta er þá x plus 1 mínus 2 á móti rótin af 3 svíi og x plus 1 plus 2 á móti rótin af 3 og þetta á að vera 0. Þá er það sem stundum kallar 0 þáttun og þá maður að lýsa hvenær er þessi þáttur 0 og hvenær er þessi þáttur 0. Við eigum von á því að finna tölu sem liggur hér á milli mínus 1 og 1 en er ekki víst hvað er báðar að gera það. Sem sagt, hvað er þetta hérna mikið? X-ið verður að vera, ef þetta er 0, ef þetta er sem sagt 0, það sé bara ef x-ið er mínus 1 plus 2 á móti rótin af 3, og verður þetta 0, já, eða ef x-ið er mínus 1 mínus 2 á móti rótin af 3. 2 á móti rótin af 3. Þetta er nú frægar tölur, við erum alltaf með þeirri höndunum. Rótin af 3 er 1,7. 1,732. Rótin af 3 er það bil 1,732. 1 deilt með rótin af 3, 57%. 0,57. Minni verið að 7 líka þarna, 57. En allt í lagi. Allavega við erum með tvísvarsinnum þessa tölu hér. 2 á móti rótin af 3, já, það er það 1,77 plus 77, 154, þetta er þá 1,... Þetta hér er mínus 1 plus tvisvarsinnum 0,577 sem að er mínus 1 plus 1,154. Þetta er 0,154. Hérna. Til lagi, þá erum við búin að finna tölu við þetta sí. En þessi hérna þetta er mínustala sem er minni eða lengra frá 0 heldur en mínus 1. En þessi er ekki með. Þessi ekki á milli mínus 1 og 1. Þetta er séuð okkar. Hér er sé. Alltaf leið, við bara segjum þetta, tek sé sem eða það bil 0,154. Og svo á það auðvitað að passa að við setjum þessa tölu hér inn í afleiðuna að þá komið út 2. En ég ætla nú bara fyrst og fremst að fara í gegnum hugmyndina.